Jæja, kæru félagar, takk öll sem að mæti hérna, takk öll sem horfa og takk öll sem að létu skoðun sinni ljós í nýrri skoðanakönnun sem sýnir að 83% eru ekkert sérstaklega sátt við þetta. Það er svolítið merkilegt að fyrir hrunið þá hélt ríkisstjórn Svíþjóðar sérstaka æfingu viðbrögð ríkisstjórnarinnar, þar að segja þeirra sænsku, við bankahruni á Íslandi. En á sama tíma voru ráðamenn hérna heima að sleppa því að halda fundargerðir. Og þessi saga situr alltaf svolítið í mér vegna þess að ég hef átt mjög erfitt með þá hugmynd að enginn hafi sagt neitt hérna fyrir hrun. Að enginn hafi varað við neinu og það hafi bara ekki verið nein leið að vita hvað væri í gangi. Mér finnst það erfitt vegna þess að 2006 var svokölluð mínikrísa og mér finnst það líka erfitt vegna þess að meira segja Morgunblaðið gerðist sekt guðlast og var sakað af ríkisstjórninni að tala niður krónuna. En þetta er svolítið lýsandi kannski fyrir stjórnmálamenninguna á Íslandi. Og það speglast í umræðinni núna. Fyrst var það auðvitað þannig að þessi bankasala var glæsileg, hafði heppnast mjög vel og menn voru gríðarlega ánægðir með þetta. En þá reyndar hafði ekki unnist neitt tími til að fara yfir þetta, en Bjarni var glaður. Næst kom það að það varaði bara enginn við. Og menn kölluðu, hvar var stjórnarandstaðan eiginlega? Hvar var almenningur? Og þá er búið að stroka út að það var jaðarskoðun á Íslandi og hefur alltaf verið að þurfa að selja hana banka. Þau hunsuðu það. Það var líka búið að stroka það út að fulltrúi Flokks fólksins til dæmis benti á það að það yrði að setja einhvers konar skilyrði umfram lögin. Það var líka búið að sleppa því að minnast á það að fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahagsnefnd benti á að 70% Íslendinga treysti Bjarna alveg sérstaklega illa til að selja hana banka og að það væri gríðarlega mikilvægt að gleyma því ekki að það er ekkit rosalega margir kaupendur á þessum banka. Það eru lífeyrissjóðirnir. Og hvers vegna skiptir það máli? Það er vegna þess að þegar við, ríkissjóður, selur okkur, lífeyrissjóðunum bankana, þá myndast tækifæri til að taka snúning. Myndast tækifæri fyrir millilegagróða. Og það er nákvæmlega það sem gerðist. Og það voru ekki mistök, það var ekki klúður, það var nákvæmlega það sem stóð til. Og þess vegna var svona gríðarleg gleði fyrstu dagana. Og þetta speglar algjörlega hvernig hefur verið komið fram við okkur eftir hrunið. Þá varaði enginn við. Og í raun og veru, þá getum við sjálfum okkur kennt. Við keyptum svo gríðarlega mikið af flatskjám. Og í þessu tilviki, þá sögðum við bara aldrei neitt. En það er ekki rétt. Íslenskur almenningur hefur í 15 ár, jafnvel auðvitað lengur, ég ætla nú ekki að stroka það út, bent á að það er algjör gjá á milli siðferðiskenndar almennings og þeirra stjórnmálamenningar sem hefur verið sköpuð hérna. Það er algjör gjá á milli þess sem telst heilindi hjá venjulegu fólki og hjá stjórnmálunum. Og það er í raun og veru vegna þess að innræktunin hjá elítunni, stjórnmálaelítunni í Íslandi, er svo gríðarleg að þau ekki bara hlusta ekki og hunsa alla viðvaranir, heldur sannfæra sig það að enginn sem skiptir máli segi nokkurn skapaðan hlut. Og nýjasti snúningurinn er sá að hugsanlega, en þá bara ef til vill og kannski, hefði mátt upplýsa okkur betur hvernig þetta ganga fyrir sig. Útskýra snilldina aðeins betur. En snilldin er ekkert ofsalega flókin. Þetta var tækifæri fyrir auðstéttina til að taka snúning á eignum okkar
milli þess að selja hægri höndinni bankana. Og það er gjörsamlega óþolandi að þurfa að sitja undir því alla ævi að þetta sé eitthvað sem að enginn sá fyrir. Vegna þess að það er margt sem er hægt að segja þetta fólk, en þau eru ekki frumleg. Það er ekkert öðruvísi við þessa sölu heldur en einkavæðingar almennt. Þetta er flókið mál vegna þess að áhættan og tækifærin til þess að fara í stórkostlega stéttarpólitíska aðgerð eru svo mikil. Og við erum hérna að mótmæla auðvitað bankasölu, en við erum líka að reyna að draga línu í sandinn. Við erum líka að reyna að vekja athygli á því að það er ekki svona mikil jaðarskoðun að hið góða líf eiga að vera allra. Það er ekki svo mikil jaðarskoðun að stjórnmálamenn eiga að taka einhverja ábyrgð og að pólitísk ábyrgð er ekki það sama og að sitja á sakamannabekk. Það er ótrúlega undarlegt núna hvernig við sjáum spila út úr þessu. Núna er búið að tilkynna niðurlagningu bankasýslunnar. Það á ekki að skipta út stjórninni til að fara að skoða ákvarðanir þeirra. Það á ekki að setja nýtt fólk þarna inn. Það á að leggja hana niður. Þetta er pólitísk yfirhylming vegna þess að salan fór nákvæmlega eins og Bjarni ætlaði sér. Og þegar kemur í ljós að þau sinntu aldrei þeirri skyldu sinni að annaðhvort sannfæra almenning að stefnan væri rétt eða hlusta á skoðanir, þá stígur fjármálaráðherra fram og segir að honum finnst bara heimskulegt að vera að mæla svona hluti milli kosninga. Vegna þess að þau trúa því innilega að þau séu kosin til 4 ára og megi bara gera nákvæmlega það sem þeir sýnist. Og þau trúa því alveg innilega að þeir sem hafi kosið VG hafi í raun kosið Bjarna Benediktsson. Það hafi raunverulega verið bak við atkvæðið. Og við getum haft alls konar skoðanir á því hversu sniðugt var að kjósa VG. En það er samt þannig að Katrín Jakobsdóttir laug af kjósendum sínum, þóttist standa fyrir annað og millifærði atkvæðin sín á Bjarna Ben. Og það er þess vegna sem hann er núna að selja bankan. Og það er þess vegna sem hann seldi pabba sínum bankan og vinum sínum úr hruninu. Og þegar bentir á þetta, þá segir Bjarni, já, mátti hann ekki kaupa bankan? Nei, Bjarni, það hefur alltaf verið afsagnarsök að selja pabba sínum ríkisbanka. En það er ótrúlegur heiður að fá að standa hérna upp á sviði með ykkur. Ég er mjög stoltur að því hvað margir mæta af eljunni sem við sýnum vegna þess að það væru nú ansi mörg samfélag búin að gefast upp fyrir þessu. Þetta er búið að vera svolítið löng barátta. Þetta er ekki bara frá hruninu, heldur hefur Engegin og gerfi nettir þeirra, þau hafa eitt síðustu 30 árum í að tæta örlitla bita af öllu sem samfélagið á og gefa sér. Þannig að það verður ekki sagt og ég ætla að fá að mótmæla hugmyndum það að íslenskur almenningur láti allt yfir sig ganga. Við erum að eiga við vel fjármagnaðan, vel skipulaðan og gríðarlega valdamikinn hóp sem að hunsar allt sem við bendum á. Það hefur tekið allan lýðveldistíman að valda og fanga ríkisvaldið. Og enn hefur ekki tekist að fanga almenningsálitið. Þannig að við skulum ekki kaupa orðræðu valdsins það að við látum allt yfir okkur ganga, að við stöndum ekki með sjálf okkur því að við höfum svo sannarlega gert það. Það eru þau sem hafa með skipulögðum hætti staðið gegn öllum umbótum. Þau hafa rænt orðræðu umbóta með því að búa til falskar skýrslur, fela þær svo undir stól,
benda á að nú þurfum við einhverja enn eina rannsókn og þegar niðurstöða hennar kemur þá munum þau hækka sönnunarbyrðina svo við fáum örugglega aldrei neitt. Það engin ástæða fyrir Bjarna að sitja þarna áfram. Það engin ástæða að sýna fólki í meirihlutanum þá virðingu að þau beri ekki ábyrgð á því að hann þarna. Og nú ég búin að tala allt og lengi, en ég ætla þó að segja eitt. Það sem við þurfum að gera núna á næstunni að fara í allar fermingarveislur, öll kaffiboð, öll fjölskylduboð og tala við ruddalega hægri frændan sem hefur vaðið yfir okkur endalaust og talað upp þessa menn og bent honum á það að hann ber ábyrgð. Hann þarf að nýta allan þann pólitíska vilja sem hann hefur nýtt til að verja þetta fólk hingað til og sýna þeim að flokkurinn kjósenda þeirra. Það ekki sjálfstæðisflokkurinn sem á kjósendur sína, heldur að sjálfstæðismenn geta mætt hérna og sýnt sjálfstæðisflokknum að þeir eiga hennar flokk. Við þurfum líka að benda sakleysingunum í VG sem þykjast vera að temja dýrið að þau ástæða þess að þetta vald lifir áfram. En þetta ekki nóg, því að eftir núna bjóða okkur upp á það að þetta komi þeim ekkert við. Þau bjóða fram undir merkjum þessa flokks, þau hafa varið formennina sína og þau verja stefnuna og við höfum tækifæri til að sýna þeim að þetta sé ekki boðlegt. Við höfum tækifæri til að ala þetta fólk upp og sýna þeim það að stjórnmálaflokkar eiga líka að sýna sínu fólki aðhald. Og við mætum á mótmæli, við tökum þátt í hópum sem berjast gegn spillingu eða berjast fyrir auknu heilindi eða lýðræði og við kjósum af öllum krafti vegna þess að við eigum þetta samfélag. Það ekki þannig að gildi sjálfstæðisflokksins séu hérna í meirihluta. Vald hans byggir á því að einhver flokkur komi inn og leggi inn atkvæðin sinn. Þannig hefur það alltaf verið og þannig verður það þar til við kennum þeim að það sé algjörlega óboðlegt. Takk kærlega fyrir.